tala. Ég ætla að fara yfir byrjunarlið hjá þessum liðum. Hjá Grindavík er númer 1 Óskar Pétursson, númer 2 Jordan Lee Eldridge, númer 3 Daniel Leo Gretarsson, númer 5 Júrai Grísel, númer 7 Alex Freyr Hilmarsson, númer 8 Jósef David Joffe, númer 10 Scott McKenna Rensey, númer 17 Magnús Björgvinsson, númer 22 Marko Valdimar Stefánsson, númer 23 Jósef Kristinn Jósefsson sem í fyrirliði og númer 24 Björn Berg Bríde. Ein breyting á liði Grindavíkur frá því í síðasta leik. Hann er meiddur, Tomislav Misura, og inn í liðið kemur Jósef David Joffe og hann fer beint í senderinn fyrir hann. Hjá leiknismönnum er það númer 22 Eyjólfur Tómasson markmaður, númer 4 Eiríkur Ingi Magnússon, númer 5 Edvard Börkur Óttarsson, númer 8 Sindri Björnsson, númer 9 Matthew Horn, númer 10 Fannar Þór Arnarsson, númer 11 Brynjar Hlöðversson, númer 28 Bjarni Guðmundsson sem er fyrirliði, númer 21 Hilmar Árni Halldórsson, númer 23 Gestur Ingi Harðarsson, númer 24 Vigfús Arnar Jósefsson. Það eru 2 breytingar hjá leiknismönnum. Kristján Páll og Brandon Scott koma út liðinu og inn koma Vigfús Arnar og Gestur Ingi. Þá er leikur að hefjast, leiknismenn hefja þennan leik og þetta er geysisterkt lið hjá leiknismönnum og eru að gera mjög vel hér í sumar og búnir að ná frábærum úrslitum í fyrri umferð á meðan Grindavík hefur ekki verið að gera góða hluti allavega, það er alveg ljóst og þeir vantanlega ætla að reyna að bæta sig hér í seinni umferð. Töpuðu fyrsta leiknum í sumar mótileikni 1-0 og þeir vantanlega vilja bæta fyrir það hér í dag á heimavelli. Hér er Vigfús og Scott Ramsey brýtur á honum ég spyrnir boltanum út af, það er innkast og Grindvíkingar spyrna boltanum út af, það er innkast. Þá er það koma leiknismenn, þeir tapa boltanum hérna, Júrai nær boltanum og keyrir hérna upp vinstri kant, kemur boltanum yfir á Scott Ramsey. Hvað gerir Scott? Magnús er með honum. Magnús reynir að leika hérna á varnarmenn en hann nær því ekki og þá koma leiknismenn, keyra hér upp og það er brotið. Marko brýtur hérna illa af sér og varmarbekkurinn hjá leiknismönnum lætur vel í sér heyra og það er kallað inn sjúkramaður. Hann fær gult spjald hér strax eftir einhverjar 2 mínútur. Þá er Marko komið með gult spjald. Já. Það virðist í lagi með hann, smá kælisspray. Það virkar alltaf sprayið góða. Komdu fyrir utan, Hilmar er út á þeirri spilnum. Það er aukaspyrna sem að Vigfús ætlar að taka. Vigfús Arnar Jósefsson tekur þessa spyrnu. Menn búinn að gera sig klára hérna. Þetta var Hilmar Árni sem að meitti sér. Kemur spyrnan, það er Daniel sem er að skalla frá. Júrai nær boltanum. Kemur hérna boltanum á Alex Frey
en Alls Freyr missir boltan frá sér og Vigfús vinnur hann tilbaka. Þeir vilja fá Hilmar Árna aftur inn á og hann fær að koma inn á. Þá það Sindri sem að reynir að elta boltan þarna. Enga sem að Grindavík á. Og Leiknismenn, Fjölmennir í stúkunni. Jafnvel fjölmennari heldur en heimamenn. Júrai vinnur hér boltan. Tapar hann strax aftur. Og þá koma Leiknismenn. Og þeir vinna hotspinnu. Það Hilmar Árni sem ætlar að taka þessa hotspinnu. Kemur hotspinnan og það skalli en það af Grindvíkingi en Jósef nær að halda honum inn á en hann leggur hann upp fyrir Brynjar Hlöðvels og Brynjar reynir að fiska aukaspinnu og fær það. Þetta var, já, hann brotið á hann löngu áður, vilja meina. Og dómar leiksins, jú, sjálfsög gleymi honum Valdimar Pálsson, hún aðstoðar Haukur Ellingsson og Jóhann Ingi Jónsson, aðstoðardómari 2. Og þá kemur aukaspyrnan, kemur fyrsta marki hér. Þetta dauðafæri og þeir skora. Þarna var Óskar alveg stjarfur á línunni og Leiknismenn skoruðu auðveldlega og það datt fyrir leikmann númer 9 Matthew Horth sem skoraði þetta mark hér á 7. mínútu þessa leiks. Matthew Horth gerði þetta vel. Boltinn datt hann inn í teginn, fór af Leiknismanni, datt bara beintir í fætunar á. Það var engin Grindvíkingur sem að brást við þessu. Þarna hefði viljað sjá Óskar koma út úr markinu en hann fraus þarna á línunni örskamma stund og það var nóg til þess að Leiknismenn fengu hér dauðafæri og nýttu það. Og hér annað færi, býtur nú, hér kemur Óskar, tekur þennan bolta örugglega. Og þá hefja Grindvíkingasókn. Vandamálið á Grindavík í sumar markaskorun. 15 mörk búin að skora en jú, að mörguleiti líka búin að fá 14 mörk á sig og þetta ekki að ganga alveg upp hérna hjá Grindvíkingum í sumar. Vorum með mikla vættingar, bætti við sig og vorum klárlega með markmið að fara upp deild í Pepsi-deildina en það ekki fara að gerast í sumar. Ég held að það sé alveg klárt. Leiknismenn eru að öllum líkindum að fara upp. Hér kemur Scott Ramsey með sendingu inn á Joffe. Magnús eldir líka. Býtur nú við að aukaspyrna dæmd á Leiknismenn. Og Grindvíkingar fá nú tækifæri til að taka hættulega spyrnu og það engin annar en Scott Ramsey sem að tekur hana. Minn ykkur líka á að fara inn á heimasíðu Sport TV á Facebook. Kjósa fallegasta mark fyrir umferðar. Þar einmitt Scott Ramsey með eitt af mörkum umferðarnar, 9 mörk til að kjósum. Endilega skellið ykkur á Sport TV á Facebook og kjósið. Það líka verið að kjósa fyrir Pepsi-deild kvenna. 5 mörk þar í boði. En hér Scotti klár og spyrnan inn í, frábær spyrna en beint í lúkurnar á Eyjólfi. Og hann neglir honum fram en það engin frammi. Þannig að
Það var hann kannski óþarfi með honum. Það er kannski alveg geta beðið aðeins. 6 sekúndna reglan er ekki við líði lengur. Allan að fara ekki dómarar eftir henni. Good job, Mary, good job! Hjálpinni, halda vorum að stýra! Þá koma Grindvíkingar, Marko kemur honum alveg tilbaka. Aukaspyrna dæmd. Og það eru leiknismenn sem að eiga aukaspyrnu hér á sínum vallarhelmingi. Þurfa ekki að drífa sig neitt rosalega mikið, fá svakalega mikið tíma hérna með boltan. Og Sindri gefur hérna yfir. Og hér kemur og Sindri fara hann aftur. Og hvað gerir Sindri? Reynir að koma hann fyrir en það er hornspyrna. Já, þetta er hárrétt. Og leiknismenn að fá sína aðra hornspyrnu hér í dag. Hvað gerir Óskar núna? Hann verður að vera ákveðinn inn í teignum. Og þarna var enn eitt færið sem að leiknismenn fengu. Og það var aftur markaskorarinn Matthew Hort sem fekk þarna fínt færi, náði ekki að setja boltan eða höfuðið í boltan almennilega. Og vörnin hjá Grindavík ekki alveg að fungera í föstum leikatriðum. Það er Marko. Og Björn gefur á Skotti. Skotti, já, hann er ekki markahæstur í Grindavík en hann er búinn að spila bara 5 leiki, búinn að skora 2 mörk. Og markahæstir hjá Grindavík eru Tomislav Misura og Juraj Grisli með bara 3 mörk í 11 leikjum. Það verður að teljast. Já, ekki nóg gott. Markahæstur hjá leiknismönnum er Sindri Björnsson, já er hann búinn að skora 9 mörk í 11 leikjum og Hilmar Árni með 6 í 11 leikjum. Þannig að þeir eru með 2 mjög öfluga í markaskorun hjá sér. Svo er Matthew Horn líka að koma sterkur inn núna. Það var að Jordan. Og fyrir að missi boltan hann Alex Freyr. Og leiknismenn keyra upp hér. Hann tekur 1, tekur 2 og 3 og 4 og 5 og kemur svo boltan frá sér. Vel gert þarna hjá Hilmari Árna. Og hér kemur fyrirgjöf. Hérna voru þeir dauðafríir Matthew og Sindri. Og vörnin hjá Grindavík út á þekjum hérna í þessar sókn. Hilmar Árni tók hérna sýningu og fram hjá hálfu liðinu. Það var það hotspyrna, enn einn hotspyrnan hjá Leikni, 3. hotspyrnan og báðar hafa verið hættulegar. Annar marki, hér kemur Óskar. Já, allar ráða Grindvíkingar að bæja hættunum frá í bili. Og þá kemur Hilmar Árni aftur með fyrirgjöfina og skalli. Það er Sindri en beint í fangið á Óskari og Óskar reynir. Já, þetta var slagt hjá Óskari, hendi boltanum beint í fangið á leiknismönnum en leiknismenn svara með þökkum og henda hann tilbaka. Það var Björn og Alex Freyr. Og Björn aftur.
Komdu, já! Marko. Gott vel talað, Fúsi, Sindri! Grindvíkingar virðast ekki sjá neina opnun, reyna hérna langa sendingu á Magnús. Hann að halda honum vel. Jordan og Scotty, hann þarf að koma boltanum á hann. Hann er hrikalega öflugur með boltanum. Þá er það leiknismenn sem bæjartunum frá. Scotty missi boltan aðeins frá sér. Hilmar Árni nær honum, tapar honum aftur. Alex, og það er sending, glæsileg sending, en Jófinn er ekki að gera sér mat úr þessu. Fyrsta snerting ekki nógu góð. Já, Grindvíkingar eru með 12 stig, tapað 5 leikjum, 3 jafntefli og aðeins unnið 3 í fyrri umferð. Þeir hafa fengið á sig vindamörk og, nei, skorað vindamörk og fengið á sig 14. Á meðan leiknismenn hafa eiga við hörlítið betra rekord í fyrstu umferð. Þá er það Jordan. Skoðum þessa sókn hérna, hvað gerir Jordan? Nær boltanum fyrir, en hann er farinn eða ekki. Nei, hann helst inn á. Aftur fyrirgjöf og þar er skalli, nei, bolti best til Alex Freys. Hann hlýtur að fá aukaspyrnu þetta, nei, ekki dæmt. Þeir eru brjálaðir Grindvíkingar. Þetta er nú bara mjög svipað og hérna út á kantinu minna hinum einn. Og Milan Stefán Jankovic ekki sáttu við þetta, tekur boltan og hamrar honum hérna upp í sundlaug. Og er alveg brjálaður. Getum við ekki heyrt þetta? Í báða búa, maður! Já, gult, segir hann. Það var eins og Milan Stefán var að benda á að þeir fengu aukaspyrnu sem að gaf marki hér áðan. Mjög ódýrt og þetta var ekkert já, þetta var mjög líkt því og hann hefði alveg getað gefið aukaspyrnu þetta eins og áðan, en ekki dæmt og engar sem að Grindvíkingar eiga. Það var Alex og Magnús og Alex aftur. Þeir eru hérna og Marko hann er duglegur að senda tilbaka heldur en áfram. Og hann er, já, þetta er erfið sending. Scotty, það gerir Scotty, kemur honum á Jordan. Jordan hlýtur að koma honum fyrir. Nei, hættir við og fær boltan Scotty hérna. Hann tekur hérna einhver brauð og reynir svo fyrirgjöf, en það fer að varnarmanni og aftur í fætunar á Scotty. Hvað gerir Scotty núna? Það er erfitt að ná boltanum á honum. Það veit ég persónulega. Vel gert þarna Jordan. Þarna vildi hann fá aukaspyrnu og fær það. Hindrun þarna hjá leiknismönnum. Já, eins og ég var að segja áðan, þá eru leiknismenn með 26 stig, aðeins tapað einum, jafntefli tvisvar og unnið 8, skorað 21 og aðeins fengið á sig 5 mörk, þannig að þetta verður erfitt verkefni hjá Grindavík hér í dag. Þeir gerðu 0-0 jafntefli í síðasta leik móti Selfoss, meðan leiknismenn unnu 4-1 móti Tindastól. Hér kemur fyrirgjöfin og dettur hérna fyrir. Það er dæmt aukaspyrna á Grindvíkinga. Björn Bride, brotlegur, Björn Berg og hún fórnar höndum hérna, fannst þetta ekki vera brot. Freyr hér, þjálfari, er óhrættur við að breyta sigurliði. Liði sem að vann í síðasta leik
Það eru þeir Brandon Scott og Kristján Páll. Þeir eru dottnir út úr liðinu frá því síðasta leik sem vann 4-1. Og Kristján Páll skoraði einmitt í þeim leik. Þannig að hann er ekkert að tvína hana við hlutina. Menn við lélegir á æfingu eða eitthvað. Nei, það er kannski verið að bara dreifa álaginu. Hér kemur aukaspyrna. Og skalli frá. Og skot frá Sindra og það er mark, þvílíkt mark. Hann hittir boltan glæsilega. Alveg upp við stöng. Óverjandi fyrir Óskar í markinu. Staðan orðin 2-0 eftir 19 mínútna leik. Og það er markaskorarinn Sindri Björnsson sem að skorar þetta mark. Og kemur Leiknismönnum í 2-0. Og er að skora sitt 10. mark í fyrstu deild karla í 12 leikjum. Frábærlega gert og það var Matthew Hort sem átti hennan skalla þarna fyrst. En boltinn barst til Sindra og hann lagði hann bara í hornið nánast. Hitti boltan mjög vel. Og nú þurfa Grindvíkingar að gera eitthvað. Hér kemur stungusending en varnarlínan hjá Leiknismönnum hefur ekki verið að gefa mikið í sumar og stefnir ekki á að gera það í þessum leik. Hér kemur sending, Magnús tekur hann niður, nær ekki skoti, stendur upp og nær honum. Kemur boltanum út á Jordan. Jordan með fyrirgjöf og þar er hendi, hendi. Já, hann dæmir hendi. Þetta var, já ég sá að þetta er nú ekki almennilega. En hann er alveg snældu vitlaust. Hann Brynjar dæmt henda á hann og hann vill ekki meina þetta sé hendi. Það er Júræ sem að tekur þetta víti hér á 21. mínútu. Og á móti honum Eyjólfur Tómasson, markmaður, vítabani. Hvað gerir Júræ? Minnkar hann muninn. Og hann gerir það örugglega, setur hann í, já, hægra hornið sín megin og Eyjólfur stökk í kolvitlaust horn. Og Júræ minnkar muninn. Þetta var nauðsynlegt fyrir Grindvíkinga að fá þetta mark hér eftir að hafa fengið þennan skell hérna áðan. Nýbúinn að fá annað markið og þeir núna Magnús vinnur boltann strax aftur. Alex Freyr reynir að stingur á vatna á Jófi en hann hefði betur senda hann þarna bara á skoti hérna á kantinum. Já, eins og við segja, Leiknismenn ekki vanir að gefa mörkin en þarna var eina af þessum sumargjöfum í ár. Fengu víti, dómarinn var með í gjöfinni hana eða einhverju leyti vilja Leiknismenn telja. Óskar er hættulegt hjá Óskari. Þetta var tómvitleysa hjá Óskari hana. Og Björn, hvað gerir Björn? Kemur hann hana, Jordan. Jordan á Jófi. Jófi gerir þetta ekki nógu vel, en Skotti nær honum og gerir þetta skemmtilega tiðri og Skotti. Hann er ekki nýbyrjar í boltanum, það er alveg klárt. Og Leiknismenn bæja hættunni frá. Fyrirliðinn Óttar Bjarni Guðmundsson tekur enga átu þarna. Hér er engast sem að Grindvíkingar eiga. Skotti stingur honum hann á Magnús. Magnús, hvað gerir Magnús? Reynir vantilega að fiska á hotspinnu þarna. Nei, kemur boltanum fyrir. Hann á boltin rétt næstu til dottinn fyrir Jófi. Og hér kemur Björn. Það er ekkert að þetta, nei. Það er rétt ágæsla þarna. Daniel kemur boltanum bara tilbaka.
Marko stingur hann á Magnús. Þetta fínt spil hérna á Grindvíkingum eins og stendur. Að pressa vel á þá. Það hendi á Grindvíkinga. Línuvörðurinn flaggaði hana. Fannia, komdu nær! Bara svæða á milli þeirra! Það úr spark. Og Marko reynir að reynsa en boltinn hrekkur til Óskars. Hann tekur þennan bolta. Marko dettur hérna niður. Er að spila sem djúpur. Miðjumaður. Ok, þetta er í lagi. Þannig að Daniel bakverðinni fá að sækja hér. Háttu upp hjá Grindavík. Marko á að detta inn hérna í. Hér aukaspyrna dæmd á leiknismenn. Brotið á Júræ. Og stúkan ekki ánægð með þetta. Beint fyrir framann leiknisstuðningsmenn sem eru með risastóra trommu í stúkunni. Það hefur ekki mikið heyrst í henni. Kannski gleymdu þeir kjúðunum. Þá var það Grindavík. Stókusending hérna á Magnús. Hann reynir að taka með sér en hrekkur hérna til leiknismanna. Og Hilmar Árni. Og Gestur kemur honum í burtu. Sindri fær hérna. Daniel tók vel á honum hérna. Þetta gullspjald á Gest. Þetta svona svipað brot og kannski Marko var með áðan. Ég hugsa hann, eða hvað? Jú, hann kallar á hann. Hann verður að gefa honum gullspjald fyrir þetta. Þeir bara beint í lærið á honum hérna. Hún jafnaði þetta út. Gullspjald á bæði lið. 27. mínútu. Þá komið að meistaranum Scott Ramsey. Hann skoraði einmitt svona mark. Mjög svipað sem tilnefnt til mark umferðinar í fyrri umferð. Það var kannski aðeins nær miðunni. Þetta verður, já, það er spennandi að sjá þetta. Ekki fara frá skjánum hérna núna. Þetta getur komið mark úr þessu, það er alveg klárt. Því hann einstaklega lunginn í fótunum. Og það fer í varnarvegnum, hann náði ekki yfir. Og skot á Alex Frey, það langt yfir. Já, þetta var, já, hann bjóst við meiru þarna af skoti. Hann náði ekki yfir vegginn, líklega hafa verið að reyna og skjóta bara beint fram í vegnum. Og Júræ að fá einhverja meðhöndlun hérna á hliðarlínunni. Hann eitthvað fengið slæmt högg. Og Grindvíkingar einu færri hér. Og hann bara lagður í grasið. Hann hefur eitthvað fengið. Grindvíkingar gera sig klára í að gera breytingu hugsanlega. Allir Mílos kom ekki inn á. Það er Gestur. Og Brynjar missir boltan hann langt frá sér. Alex Freyr vinnur boltan og Joffi. Brynjar hérna keyrir hérna strax á eftir. Fyrirliðinn Jósef. Grindvíkingar stilla upp á nýtt. Þeir eru jú einum færri. Verða að fara sér hægt. Með ekki missa boltan á slæmum stað. Eins og þarna.
eða þarna. Og það var á Marko. Skotti og Marko hreinsa frá hérna. En Leiknismenn vinna boltan og það er Hilmar. Nei. Jú, glæsilega gert hjá Sindra og Hilmar. Kemur boltan, nei. Reynir að koma boltan á þarna. Á kantinn fyrir að varnarmanni og beint í hendurinn á Óskari. Og Grindvíkingar. Magnús. Björn. Kemur boltanum alveg tilbaka. Sé nú ekki alveg nákvæmlega hvað er verið að meðhandla hann á. Hann hefur fengið högg. Sér rifbein eða. Já, ég gruna það. Hann var upp með einhvern andan drátt held ég. Það er verið að klappa honum á bakið hann, það lítur að lagast. Hara brot og Hilmar Árni brýtur á sér. Gestur. Hvað stríða Grindvíkingum, heldur boltanum aðeins lengur hérna. Hann er á gulu spjaldi, hann þarf að passa sig einhverjum svona vitleysu. Já, þá er það Mílos sem kemur inn á fyrir Júræ. Ég er á 30. mínútu. Já, markaskorarinn kominn út af. Það var það Marko sem að tekur þessa aukaspyrnu, hann tekur hana stutt. Og reynir svo að stinga inn hérna á Joffe. Þarna gerði þetta börgursteg hérna Joffe duglega út. En mér sýndist Óttar Bjarni hafa skallað boltan bara út af í horn. Kemur leikmann nr. 16, Milos Jugovic. Þá er það hornspyrnan. Það er Skotti sem að tekur þessa hornspyrnu. Og það fer beint á hausinn á Leiknismönnum. Skotti fær boltan aftur, hann fær smá tíma núna. Fyrirgjöfina frábær sending, en þar eru varnarmenn Leiknis vakandi. Ná að bæja hættinu frá í bili. Grindvíkingar halda áfram að sækja þá. Þetta var slögsending hjá Jósef. Mjög slæmt, missa hana og fá skyndisókn í bakið hér. Hilmar lungi með boltan. Getur farið fram hjá nokkurum hérna. Brynjar. Þá koma Leiknismenn, reyna að koma sér í gegn hana. En Jósef er í mikli baráttu þarna og fær aukaspyrnu. Og þetta var Fannar sem að brauta af sér þarna. Og hann er að fá gulspjald. Fannar Þór Arnarsson. Á 32. mínútu. Það er aukaspyrna, taka þetta réttum stað, kallinn minn. Þá er það Grindvíkingar, Joffe, með mann í bakinu, fær hérna. Og tekið strax, Arnar, beint í fæturnar hérna á Jordan, hann býður eftir mönnum að koma inn í fyrirgjöf, léleg fyrirgjöf og Edvard Börgur er ekki lengi að hreinsa þetta burtu. Staðan í öðru leikjum er ennþá 0-0, það er HK, KF og Selfoss IA. Það er 0-0 eftir, já, bara nákvæmlega sama tíma, 35-6 mínútur. Já, það er reynda bara 33 liðnar hér. Hér kemur fyrirgjöfin, hann dettur þarna inn í teginn, þarna hefði ykkur Grindvíkingur getað komið. Og Alex, hann snýr þarna 2 á sér, kemst í, nei,
Þarna var Eiríkur Ingi skynsamur. Lér brjóta á sér þarna. Það er aukaspyrnu. Já, það er slatti af fólki í stúkunni. Virðist ekki vera það, en stúkan er pínu stór. Já, það verður að Grindvíkingar ætla að selja sér dýrt hérna. Þeir verða að fara að hala inn stig. Þetta er frábærlega gert, Gestur. Keyrir hérna upp. Fyrirgjöf á Matthew. Gestur aftur með skot, utanverð skot með vinstri. En það er út af. Það var vel spilað hjá þeim þarna saman. Matthew og Gest. Þá var það Daniel og Joffe. Vigfús. En þetta var Fannar og þeir vinna innkast, Leiknismenn. 2-1 Leiknismenn við vil. Þetta er vel spilað hjá þeim. Það er vel gert hérna hjá. Já, þetta var nú bara öxl í öxl. Já, hann kannski of nálægt þessu línuvörðurinn til þess að það er að flaggið þetta. Það stundum bara að vera öxl í öxl. Jósef var með boltan hana. Vann bara boltan. Já. Freyr lætur hérna aðstoðardómara 2 heyra það. Spyrir það eiginlega númer 1. Já, númer 1, hann er hérna nær bekknum reyndar rétt. Þannig að hann spyrir eiginlega hvað þið sé að gera hérna. Þetta var ódýr aukaspyrna með sammálunum. Boltinn farinn. Marko kemur boltanum hérna á Björn snýr við, kemur hann á Daniel. Leiknismenn pressa hér. Já, vilja fá það ofar. Freyr Alexanders engar laginn við að leikreina andstæðinginn. Örugglega búinn að gera það í þraula Grindvíkinga. Það er ekkert skrítið að þeir séu þá með 26 stig ef leikmenn fara eftir þessu. Hér kemur fyrirgjöf. Þannig að hér Scott Ramsey fær boltan. Vantarlega kemur hann á Magnús aftur. Nei, hann sendir á Joffe. Já, hérna hoppaði Scott Ramsey hérna aðeins upp. Hann hætti við í tæklinguna. Þannig að Jósef. Hann bara, Eiríkur Ingi vinnur þetta, en jú, og þeir fá innkast. Þá er það Hilmar. Þeir vilja að Hilmar fái boltan í fætur, Gestur með honum. Matthew gerir þetta vel, snýr vel af sér hérna. Jordan, það er að koma boltan tilbaka. Frábærlega gert hjá Matthew. Það var ekki langt frá því að búa til stórhættuleg tværi hérna. Það var Gestur aftur. Kemur hann á Sindri. Og býtur nú við. Grindvíkingarna á bæja hættinu frá. Já, Vigfús fekk hérna. Sendi góðan bolta hérna. Þannig Vigfús aftur. Og Eiríkur Ingi gerir þetta glæsilega og kemur boltanum fyrir, en þar er Daniel. Hann skallar boltan frá. Aftur Eiríkur Ingi. Þetta var
Já, vægast sagt ekki sniðugt að bjóða upp á þetta brot þarna. Hann togaði aðeins í hann, það var alveg klárt. Dómarinn dæmdi ekkert að þessu á þetta. Það var alveg á mörkunum vera inn í teig. Ára Björn Scott Ramsey. Kemur hann á Jordan. Magnús leipur upp hérna, Joffe. Þetta var einhver misskilningur milli þeirra. Og Joffe hleypur fram í boltanum og manninum. Hann skilur sér svo í stöðuna aftur Gestur og Hilmar. Það er mikið að gera hérna megin á vinstri vagnum. Þeir eru öflugir hérna. Gestur og Hilmar Árni. Það er byrjað að úða í Grindavík, eins og við kallaði hér. Þetta er bara úði. Smá rigning. Og haldast þurrt hérna á Suðurnesjunum í nánast allan dag. Og ekki verið dropi í Njarðvíkinni. Það er kannski eitthvað, Reykvíkingar eitthvað að skila þessu til okkar. Og ekkert um að boltinn, hárrétt. Alex kemur honum á Magnús. Magnús tekur hérna. Hann kom með 3 í sig, fyrirgjöf. Og þetta er aðeins svo langt fyrir Mílos. Nær hann þessu bolta? Nei. Jú. Nei, það er engast sem að leiknismenn eiga. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Plus kannski mínúta. Það var Marko og Skotti. Hvað gerir Skotti? Kemur hann hérna á Magnús Skott í aftur. Og það var að Jordan. Hann tekur hérna rás og fyrirgjöf. En Hilmar Árni náða að ýta honum aðeins til hérna. Þannig að hann fekk ekki nógu gott tækifæri til að senda hann inn í. Já, Jordan var eitthvað kvarta í dómar hann hefði ítt honum. Þá kemur glæsilega gert hjá Marko. Sýnist nú Matthew vera hávaxnasti leikmaður hann inn á. Verið kannski utan Björn í vörninni á Grindavík. Þetta var mikil barátta hérna. Jósef, þetta er ekkert á þetta, þetta er bara hárrétt. Ég veit ekki hvað vill hann fá fyrir þetta. Og Magnús með skot og skorar og jafnar leikinn og það er allt brjála hérna á vellinum. Leikmenn, þjálfari fylkismanna, nei leiknismanna er brjálaður. Hann vildi fá brot og það var ekki gefið. Brynjar fær gulspjald hérna hjá leiknismönnum. Grindvíkingarnir jafna þennan leik hér á 42. mínútu þessa leiks. Og staðan orðin 2-2. Bekkurinn hjá Grindavík trylltust úr fögnuði og ljópinn innan nánast. Já, ég verður ekki sammála Frey hérna. Mér fannst þetta vera bara boltinn hann sem Jósef tók. Og Freyr vildi fá eitthvað meira. Ég er að sjá þetta í endursýningu. Ég ætla að meta þetta eitthvað að viti. Svona í fyrstu sín þá var mér ekki neitt að þessu. Grindvíkingar gerðu þetta vel. Magnús tók þetta mann á. Fór inn á miðjuna og skoraði með vinstri. Og nú lætur Freyr dómarann heyra það. Sjá hvað hann heyrir það. Nei, þetta er ekki Freyr. Þetta er Davíð Snorri. Benda hér á hvoraðan. Hér kemur Freyr. Til skammar, já. Það er verið að benda hér hægri vinstri í alveg. Fullt af bendingum. Já, og hér bendi Freyr og Pálma. Og það er gulspjaldi á bekkinn hjá leiknismönnum. Þetta er alveg örugglega. Já, mikið aksjón hérna í Grindavík. 43. mínúta, gengin í garð. Og staðan orðin 2-2. Það er nú ekki oft sem að leiknismenn, hvað er ég alltaf að segja fylkismenn,
Leiknismenn, það er ekki átt sem Leiknismenn fá 2 mörk á sig. En það er staðarinn til í dag. Spurning hvort þeir fái fleiri. Marko og Björn. Leiknismenn Brynjar. Þarna var Jósef brotlegur og þá er dæmt aukaspyrna í þetta skipti. Þá var það spyrnan fyrirliðin Ott og Óttar. Bjarni reynir hérna langa sendingu á Matthew en það fyrir yfir þá og útspark. Já, þessi fyrirhálfleikur verið algjörlega til fyrirmyndar. Frábær skemmtun hér, 4 mörk og við vonum að seinni hálfleikur verði fjörugur. Smá vindur kannski hérna. Taka boltan þarna. Leiknismenn ekki sáttir við þetta. Komnir 2-0 yfir eftir, einhverjar 19 mínútur. En Grindvíkingar komið gríðarlega sterkir til leiks hér. Hvað heldur þú, maður? Þannig viljum við hafa. Góttum með það, maður. Ekkert annað. Gefur fyrirgjöfin, Óskar gerir vel að þessu sinni. Og þá er það Joffe, hann er rangstæður núna. En Magnús heldur boltanum. Þeir keyra hérna upp. Komnir hérna. Magnús næra vinna sér úr. Og skotti í. Sendir á Jordan. Jordan með fyrirgjöfina og hann skalli og það er rétt framhjá hjá Alex Frey. Þetta var góð sókn hjá Grindavík. Staðan, leiktíminn fyrir hálfleikur er liðinn. 45 mínútur liðnar. En og mínúta komið fram yfir. Við skulum sjá hvað bæti við mikið. Hann hlýtur nú bara frá að flauta þetta af. Já, og gerir það. Og þá fer Freyr askvaðandi inn á og vill ræða við dómarann. En þetta er ekki boðlegt. Og hann er bara að sækja sína menn. Já, þessi leikur farið fjörlega á stað. Þessi leikur var 2-2 fyrir hálfleik en það er allur seinni hálfleikur eftir og það mun án efa verða ykkur aksjón. Freyr er að láta dómarana gjörsamlega heyra það núna og það er það getur verið að tvína það. Hann vildi fá aukaspyrnu þarna áðan og sem að skilaði sem var til þess að Grindvíkingar jöfnuðu. Þeir komast í skyndisókn en Freyr verður bara að sætta sig við þetta. Við ætlum að taka okkur stutt hlé, komum svo með seinni hálfleikinn sem verður bráðfjörugur.